Nú eigum við að finna andhverfu stór omega x sem til svona 2 fylki. Efri-línan e-veldinu 2x, e-veldinu 3x og svo þetta sett upp þannig að þetta afleiðan af stakinu hér og hér afleiðan af e-veldinu 3x. Og að finna andhverfuna og hún skilgreind ef ákveða fylkisins ekki 0. Það sé að lausn. Og ef andhverfa stór omega ekki 0, þá andhverfan einn á móti ákveðinni sinnum hjáþáttafylki vilt. Og andhverfan við getum tekið með þáttunarreglu fyrir ákveður. Hér höfum við sömu stærð í báðum dálkum, þannig við höfum taka e-veldinu 2x útrit ákveðu og hér við höfum taka e-veldinu 3x útrit ákveðu. E-veldinu 2x sinnum e-veldinu 3x e-veldinu 5x, leggjum veldisvísana saman, þannig fá 1 á móti e-veldinu 5x og þá eftir 1, 2, 1, 3, 3 mínus 2 1, þannig að ákveðin komin og svo stillum upp hjáþáttafylkinu og við vorum með þægilega minnisreglu fyrir það. Það var víxla á þessum hérna tveimur og fáum 3 sinnum e-veldinu 3x e-veldinu 2x og setjum mínus á föllin á hinni hornalínunni. Þannig að við fáum þá mínus 2 og e-veldinu 2x og mínus e-veldinu 3x. Með þessari aðgerð erum við búin að finna hjáþáttafylkið og bylta því. Og nú höfum við allt fyrir augunum og svo megum við þetta margfelda tölu við fylki, þannig við margfeldum töluna við hvert stak í fylkinu og þá fáum við að segja að omega fylki, það að segja andhverf omega fylkisins verður þá 3 sinnum 3 mínus 5, það e-veldinu mínus 2x mínus e-veldinu mínus 2x og hér mínus 2 sinnum e-veldinu. Hvað mínus þarna hjá mér? Svona e-veldinu mínus 3x og svo síðasti e-veldinu mínus 3x. Svona. Þetta andhverfan. Og við megum auðvitað, þetta komið, en við megum auðvitað taka 1 skref enn og taka út það sem að þetta fylki. Þetta ekki ákveða, en við megum taka sameiginlega þátt út fyrir allstaðar ef það hjálpar eitthvað í millireikningu síðar, þannig að við megum einskefa svarið svona e-veldinu mínus 2x og þá var bara eftir þristur hérna mínus 1 hér
mínus 2 sinnum e í veldinu mínus x og e í veldinu mínus x. En þetta er langt frá það nauðsynlegt, þetta er allt komið hér. Svona. Kannski ég segi eitt núna. Ég ætla að leysa þetta dæmi aftur. Kannski minnustu eitt núna. Undirbúum okkur það eins fyrir framhaldið. Allt í lagi. Við höfðum stóra omega sem e í veldinu 2x, e í veldinu 3x, afleið af Stockholm-línunni. Tvistur og 3 sinnum e í veldinu 3x svona. Að við erum bara svona smá spjall. Sko bara almennt, ef við höfum hér eitthvað sem fylgir a, kannski svona a, b, c, d og svo höfum við fylgi b sem er x sinnum a, þar sem x er bara einhver tala og þá höfum við x, a, x, b, x, c, x, d og hver er ákveða a? Ákveða a er a, d mínus b, c en hver er ákveða b? Það getur tekið x út fyrir þennan dálk og x út fyrir þennan dálk, þannig að þetta er í rauninni, við þurfum að taka ákveðina fyrir ekki, þegar ég reikna þetta bara beint án þáttnaðarreglu, sjá kannski skýrar hvað er að gerast. Hér fáum við x sinnum x ad mínus x sinnum x bc, þannig að við fáum x í öðru sinnum þetta. Ákveða b er x í öðru sinnum þetta. A, af því þetta er 2 sinnum 2 fylgi og hér höfum við skalað báða dálka fylgisins a með tölunni x. Að í 2 sinnum 2 fylgi, ef við viljum líta ákveða sem flatamál, þá kemur sköllunarþátturinn í öðruveldi. Og ef að a hefði verið 3 sinnum 3 fylgi og við hefðum með sköllunarþátt, þá það fengi x í 3. Nei.